Þá það lýsingarorð. Mjög skemmtilegt. Það eru sem sagt lýsingarorð lýsir því hvernig eitthvað eða einhver eins og til dæmis stórt barn eitt stort barn og bílun gammel og kannski hún glöð eða glöð. Hún glöð. Þannig að þið sjáið að það hér verið að lýsa. Hér verið að lýsa barni og bílnum og henni. Og það sem við þurfum þegar við erum að skrifa nota lýsingarorð, þá í dönsku kemur bara þrennt til greina. Annarkvort setjum við ekkert aftan á, eins og hér, glöð og gammel. Eða við setjum eins og við gerum hér í stort. Eða við setjum fyrir aftan lýsingarorðið. Þau lýsingarorð sem fá aftan á sig, það eru þegar við erum að lýsa fleirtölu. Eins og mange, børn, gode. Hér erum við að lýsa börnum og þá fá lýsingarorð á sig í endingu. Ef við hins vegar erum að lýsa einhverju sem hvorugkyn, að þá eins og borð, eitt stort bord. Og þá bætum við aftan á af þetta hvorugkyn. Einnig það lýsingarorð sem geta verið án endingar. Og þá það sem sagt, þegar við erum að lýsa ykkur orði sem í samkynni, þar að segja hún eða hann orð. Og þá það eins og áðan, hún god, bílun, af því að hann bílinn gammel, eða hvað segjum við? Computeren sort, sem svart. Og þá gerist ekkert. Kemur ekki neinn ending á þessi orð. Þannig að þetta eina sem það sem mikilvægast að krakkar kunni. Að þau geti sett, viti hvenær á að setja aftan á lýsingarorðin, hvenær á að setja og hvenær ekkert. Ok. Lýsingarorð.